En ég búin að fá góðan gest til mín í stúdíó sem hann hefur nú verið viðriðin tónlist í fjölmörg ár og það Valgeir Guðjónsson, hvernig sætlblessaðir? Herru, þú náttúrulega, já eins og ég segi, þú búin að vera viðriðin tónlist í ótrúlega langan tíma og ég held ég bara frá því ég man eftir mér. Já, það rétt mögulegt, svona þegar ég horfi á þig. Ég nú samt ekki það ung, sko. Nei, ég segi nú, þú ert búin að vera í þessu lengi. Það er hérna, vanlega stuðmannatíminn og ýmislegt annað. Já, þetta er búið að gera heilmikið skurk í mínu lífi. Já. Og svo tekur hún ákvörðun það að flytja bara burt úr borginni. Það er margir tónlistamenn sem hafa tekið þessi ákvörðun. Já, það er nú kannski ekki margir sem hafa flutt á Eyrarbakka. Nei. Það á sér nú þá útskýringu að konan mín, hún er ættuð þaðan að, má segja, að langfeðratali því að fólkið hennar var sem sagt, voru hjónin 25 ára gömlu sem að komu og tóku við rekstri Lefólíverslunar og byggðu upp þetta mikla menningar og bara ótrúlega merkilega þessi ferill sem hófst með þeim. Já. Hann sem sagt, að því að þetta var svo ungt fólk. Já. Guðmundur Torgrímsson og Silvía, kona hans, voru bara tekin á löpp í Kaupmannahöfn og boðið ábyggilega eitthvað besta starf á Íslandi að stýra stærstu verslun Íslands. Akkurat, ótrúlega mikil og skemmtileg saga sem að Eyrarbakki býr yfir. Hún er alveg ótrúlega, sko, nær alveg aftur í landnám. Það vita það ekki allir, en það voru Eyrbakkingar sem fundu Ameríku. En það er önnur saga. Það er önnur saga, sem við fyrir kannski ekki alveg yfir hér. Ég er ekkert að plata. En finnur þú svona munaði eftir að fluttir úr borginni og hingað austur? Já, það er nú bara svona maður einhvern veginn fer í huggulegri gír. Það er náttúrulega, hér er ró og spekt að mestu leyti. Lognið er staldra stutt við á Eyrarbakka stundum, en það er ekkert að því að fá smá púst. Ekkert sem leitur að þið fá? Nei, það er náttúrulega bara, veðrið er bara hugarástand. Akkurat. En þú ert ennþá full í tónlistinni? Já, ég var ekki síst eftir ég kom hingað austur og ég hef búin að semja ókjörinn öll af tónlist sem að ég er nú að fara að koma í loftið með ýmsum hætti og er þegar byrjaður því við tökum á móti ferðahópum. Það sem að ég hef verið einbeitið að mér að núna síðustu 2 árin eða svo, 3 jafnvel, það er lagabálkur mikill með enskum textum sem að er allur sprottinn upp úr Íslendingasögunum og fornbókmenntunum. Og þetta sem sagt heitir Saga Music og það er meira sér að komið núna tónlistarhús á Eyrarbakka sem við köllum Saga Music Hall. Man kannski sumt eldra fólk eftir Gónhóli sem var ástsælt kaffihús nýr á Bakka. Jú, maður hefst að því. Og það sem sagt svo hætti það störfum og hefur staðið bara þetta lokal en við erum að vinna mikið með Rauða húsinu og Bakka hostel og þeim og því fólki, góða fólki sem að keyrir það mikla batteri og miklu myndarskap að við vinnum saman sem sagt í því að taka á móti fólki og þá sjáum við Ásta hún segir gjarnan sögur af fólkinu sínu sem að þarna kom og hvað það gerði og í rauninni hratt miklum breytingum í gang. Nú ég spila, ef þetta eru útlendingar, þá spila ég Saga Music og segi þeim frá sæförunum og skáldunum og hetjónum og þrælunum og svo framvegis. En eru útlendingarnar eitthvað að óska eftir að fá að heyra einhver lög á íslensku? Nei, ekki þeir biðja ekki það sérstaklega. Nei. Allavega, mér hefur tekist að hafa ofan að fyrir þeim með þessum lögum, en ég meina við eigum alltaf ríðum í rassvasanum. Jú.
En já, þetta skemmtilegt og Og hérna svo er Rauðahúsið auðvitað með mat og Já, já. veitingar. Já, já. Þannig að þetta er og hérna ferðamenn náttúrulega sem aldrei fyrir á ferðinni. Nákvæmlega, en þú ætlar að vera með tónleika sem sagt á morgun Já, og ætlar þá að fara yfir þessa sögu í rauninni sem þú mást að segja mig frá núna eða hvernig ætlar að ég ætla nú svona halda því við? Ég ætla að leyfa fólki hérna, ég á nú vona á að verði nú kannski mest fólk svona úr flóanum og hérna aðeins hérna upp í land, Já, einstaka árborgari og svoleiðis sem að renna niður á bakka já, og ég ætla sem sagt að leyfa fólki að heyra svolítið af því sem að ég er að undirbúa núna og þá eru það lög sem að ég hef verið að semja hér, íslensk lög já, sem að mér fellur nú alltaf best kannski að yrkja á íslensku en enskan er svona ég ekkert endilega illnöðsinn en hún er bráðnöðsynlega að maður vill tala við útlendinga. Já, sjálfsögur og náttúrulega skilja mann eitthvað. Ég segi það og svo náttúrulega er nú bara eins og við erum að okkur finnst nú gaman að heyra eitthvað sem við höfum heyrt margoft áður. Já. Og ég á alveg óskaplega mikið af slíkum lögum. Já, akkurat. Sem að ég mun svona, gera þetta í bland og einlega, ég skulum segja að ég ætla að gera mitt ídrasta til að engum leiðist. Þetta er bara skemmtilegt og tónleikarnir hefjast klukkan hvað 4? 4 og það er ókeypis aðgangur, þetta er í boði Árborgar. Frábært og skemmtilegt einmitt að hafa heilan menningar mánuð þetta á svæðinu. Já, mér finnst þetta æðislegt. Þetta er bara nauðsynlegt hverju byggðarlagi að sko rækta sína menningu og hverjum landsluta. Hér er náttúrulega, þetta er ótrúlega djúp saga og löng og mikil saga sem að hér á Suðurlandinu og við getum farið á nánast hvaða blett á Suðurlandi sem er og þar hefur eitthvað alveg stórmerkilegt gerst. Já, nákvæmlega. Valgeir, gaman að fá því í heimsókn og ég er að spá í svona af því að það er nú eiginlega bara föstudagur, þá er ég að spá í að spila stuðmannalag. Já, ég tek það einlega. Þú leifir mér þetta núna? Ekki nema þú komir á morgun og hlustir á öll hinlu. Já, ég verður nefn það. En takk kærlega fyrir komuna og hvet alla til þess að kíkja á Eyrarbakka á morgun. Takk fyrir mig.